Herðu, það sáttanemnd Svandísar Svavarsdóttur í sjávarútvegsmálum skilaði af sér tillögum núna í síðustu viku og þær eru margar og bókin þykk en svona mat flestra það að fátt þarna stangist á við stefnuna eins og núna og það föðurlega að sjávarútvegsstefnan, kvótakerfið svokallaða, nýtur einskis stuðnings meðal almennings og almenningur almennt á móti þessu. Til þess að ræða þessa stöðu hingað kominn hann Arnar Atlason. Þú ert formaður samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda. Ég bæti alltaf við skýringu á því hvað það að það séu fiskvinnslur sem ekki eiga kvóta sem að kaupa fisk á markaði. Það svona nærið þessu sirka. Þannig að þið eru ekki eins og SFS sem samtök kvóta greifana. Stundum sagt að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi séu svona eins og samtök útgerða fyrirtækja sem eru svo líka með vinnslur af því að hendar þeim aðeins betur og lítur betur út. En við erum eingöngu fyrirtæki með vinnslur og lifum á sérhæfingu þar eins og þú lýstir ágætlega. Hvernig leggjast þessar tillögur í þig? Men þú hefur nú eitthvað tekið þátt í þessu? Nei, við tökum nú afskaplega lítið þátt. Þú sést á myndum? Já, ég myndast vel, þannig að það kannski þess vegna sem að... Þetta svo að Arthur Bogason var hérna, hann væri bara notaður hérna og væri bara myndum. Þessi hérna... En nú þú stór hagaðili, nú heita það ekki einhver hagsmunaaðilar, þið eru stór hagaðili í sjávarútvegi, af hverju þið ekki hluta nefndinni? Það kannski alveg ágætt skýring á því að við erum náttúrulega fyrir það fyrsta lítill hagaðili, við erum fáir aðilar og litlir í samanburði við stærri aðila í greininni og samþjöppuninni hefur verið mikil og þar að leiðandi aðilarnir orðið mjög stórir. Og hinn skýringin sem að mér finnst alveg ágætt hjá Svandísi að auðvitað á að ýta hagaðilunum svolítið til hliðar og kalla til sérfræðingahópa eins og gert í þessu tilfelli. Sá hluta vinnunni að mínu viti góður, aukið vægi embættismanna, aukið vægi sérfræðinga og svo eru við kallaði til, ég meina framundan þetta eru frumtillögur og framundan eru umræður þessar tillögur. Tillögunum til dæmis skipt í tvennt, það sem sagt kynnt hérna, sem sagt að hér tillaga til úrvinnslu og svo þeir líka með tillögur til umræðuna eða tillaga til umræðu og hérna það verður mjög fróðlegt að taka þátt í umræðunni en mér finnst kannski ekki síður fróðlegt að sjá það sem að sérfræðingunum finnst nánast bara frágengið og hægt að leggja fram sem frumvarp. En svo hvað? Já, ég byrjaði nú á því að merkja hér við tillögu sem ég finnst góð og það hér nefnt að allur veiddur afli kom í land, það hlýtur að vera gott en segir þá að það verið að tala um brottkastið Við erum að berjast í því í 40 ég meina við erum, þessi nefnd leysir einhverju leyti af hólmi aðra nefnd, mátt ekki gleyma því að Kristján Þór, hann skipaði nefnd eftir að Ríkisendurskoðun var búin að segja skamm. Við megum ekki gleyma því að það kemur hér fyrir 149. löggjafarþing, þá sendir forseti Alþingis skýrslu Ríkisendurskoðunar og þar sagði bara Ríkisendurskoðandi metur framkvæmd vigtunar á Hafnarvog misjafna og ekki ávallt í samræmi við lög, sem sagt vigtunin ábótavant, þetta voru 3 atriði, það var vigtunin, brottkastið og svo samþjöppunin. Það var það sem þessi nefnd forverið þessar nefndar sem við erum svo í núna. En hérna því við vorum að tala um tillögur, þarna sem sagt tillaga til úrvinnslu, það til og ég tek bara heilsigar undir, ég ætla að reyna að vera jákvæða líka að hér þessi tillaga að allur afli kom í land en við erum búin að vera að vinna því í 40 ára en það ekkert kannski jú einhver árangur en ég meina það ekki lausnin ekki fundin. Nei og ég líka rembast við að vera jákvæður, ég að stærstu leyti ekki jákvæður, ég skal alveg kenna það næsta til að hérna einmitt vigtunina og hérna okkur hefur þótt mjög undarlegt að aðilum handhöfum veiðiheimildana sé í mörgum tilfellum falið mjög opin reikningur í vigtun eigin afla og hér einungis talað að samræma vigtun afla og gera ferlið skilvirkara. Ríkisendurskoðun sagði hvað? Ríkisendurskoðandi metur framkvæmd vigtunar á Hafnarvog misjafna og ekki ávallt í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli.
þessi tillaga ekki neinu samræmi við þetta. Alvarleikan, það sem alvarleiki nei, þannig þetta komið upp á eitthvað svona stig. En svo ef við höldum áfram sko, þá mjög einkennilegt í þessum tillögum öllum að það eins og allt sem heitir félagslegt. Það eina sem vantar að þetta sé feitletrað og rauðletrað félagslegt. Meinar það sé breytt í svona niðrandi orðan? Já, mér finnst það hreint og klárt vera þannig að það er mér fannst við kynningu tillagnanna og ég tek bara ítrekka það að mér finnst vinnubröðina mörguleiti góð, uppsetning nefndarinnar og okkur Artúri var gefið tækifæri á því að ræða við hópana og ég gerði það meðal annars, þetta töluverði orku og ég veit að hóparnir hafa gert það. En sérðu eitthvað merkið þess að það hafi verið tekið til þess sem þú sagðir? Þessi tillaga Vaffesaflan, hún einhverju leiti og hefði getað sagt þetta? Ég hefði getað sagt þetta, ég ætla ekki að segja þetta 7 mínum orð þarna. Þetta til að 12 líka, hún var eitthvað þetta með vigtunina, en ég hefði viljað fara miklu lengra og grimma. Og hún stórt vandamál, þetta ekki lítið vandamál. Ég bara tek mér orð ríkisendurskoðanda í munn. Það eru þessi 3 atriði og ég get svo hér aftar, það er ekki talað um samþjöppun sem ríkisendurskoðandi talar að sé blasi við og mér finnst það líka og okkur í okkar samtökum. En þannig bara verið hér í tillögunni að tala um mjög svona mildum rómi tengsl. Ekki endilega með neikvæðu formerki eins og samþjöppun klárlega. Má ég fyrir þá sem ekki skilja okkur þetta með vigtunina skiptir máli, getur þú lýst því hver svona uggur manna hvernig þetta væri misnotað? Þessi stað, á þessu setja ásaka ykkur tiltekina. Þannig að bara fólki fatti það á hverju þetta mikilvægt mál. Fólk getur farið inn á fiskistöðu.is. Þar reglulega gerð úttekt á því sem kallað yfirstöðu. Það sem þegar embættismaður kemur og fylgist með vigtun aflans hjá hlutaðeigandi sem þá í flestum tilfellum að landa hjá sjálfum sér, sem útgerðarmaður og með vinnslu. Hlutfalla á afla og ís og hann skoðar þetta. Já, þú borgar einungis kvóta fyrir aflan en ekki ísinn eða vatnið eða slóvatnið eins og talar um. Og þar eru þetta má líka þessu við þegar lögreglumaður að taka eitthvað bara með radarmæli eða við radarmælingar að það bara viðvarandi mismunur á þeirri vigtun og svo vigtun sem að gefin upp þegar ekki staðið yfir viðkomandi aðilum. Og í okkar huga er þetta svo stórkostleg brotalögum að það ætti bara að leggja þetta af. Og þá áttum við kannski segjum að sé vigtað í körum, eitthvað sem bara dæmi, að þá þegar þeir eru að vigta sjálfur að þá eru bara 750 kíló í karinu, svo þegar ykkur horfir á það, þá eru 900 kíló. Já, það er búið að sýna fram á tilvik og þetta er ekki svona undatekningatilvik eða eitthvað slíkt, þetta er viðvarandi, þetta er fast trend og þetta í svona hættugreiningu eða slíku, þá myndi þetta gera tölurnar ekki lengur absolutt eins og verið að hugsa þær í öllri fiskveiðistjórnun og öllri meðhöndlun gagna. Og þess vegna segjum við, og höfum ítrekka bent á það, að þá að spara allt þetta fargan og sleppa því að vera með aðra vigtun. Það á bara að vera ákveðin rammi hvert ísmagn megi vera eða geti verið. Ef þú vilt nota minna þá þetta rýra gæði aflans og svo fram eftir götunum. Þetta er bara að vera að búa til eins og ríkisendurskoðun kemst að það brotalögum í kerfinu. Og mér finnst vanta svolítið inn í þessa vinnu að hugsa til skýrslu ríkisendurskoðunar. Hún er ekki svo gömul, hún er bara frá 2018. Lítið breyst. Eins og stundum sagt svona nice to have og must have og ríkisendurskoðunar er að tala um þetta sem mikilvægt en þetta komið í gernum nefndina að það væri svona ágætt að það væri hægt að laga þetta. Já, ég meina svona alvarleikan í þetta. Þessi nefnd sem að Kristján Þór setti þarna á laggirnar, setti
hann sætti þetta á stjórn mars 2019. Ég satt í þessari nefnd líka og sem áheyrnarfulltrúi eins og ég sit hérna núna. Sigurður Þórðarson var yfir nefndinni og þarna voru Brynhildur Benediktsdóttir, Elliði Vignisson, Hulda Árnadóttir og Oddný G. Harðardóttir. Og þarna fóru fram alveg prýðilegar umræður og allt það og sko verkefni mjög skýrt, vigtun sjávarafla, brottkast og samþjöppun. Tillögurnar, þær eru hérna líka hjá mér, mjög loðnar tillögur og eins og ég upplifi, og ég verð þá bara að fá að tala þetta út frá mínu hjarta, eina sem kom út úr þessu það kom frumvarp tengda aðila sem að mínu viti eru mjög veikar. Frumvarpið herti mjög lítið að tengingu aðila og síðan Fiskistofa farin að flögra með einhverja dróna yfir smábáta flota landsmanna og ekki í stærri skipum. Gengur afskaplega illa að fara útfæra það. Eftirlit hefur margfaldast með þessu litla broti að heildarflotanum og spurning með Það sem vandamálið var kannski ekki endilega staðist ef við erum að tala brottkast og annað slíkt, þá er það grunurinn eða ekki að það sé verst í tórun, ekki? Sko, ég finnst alltaf best í allir umræðu að láta dæmin sína og leiða fram það sem að raunverulegt er. Verðmæti línuafla eins og bæði strandveiðiflotinn og línuflotinn og smábátaflotinn í heild sinni undanskildum grásleppubátum. Verðmæti þess afla og gæði þess afla svo margfalt meiri heldur en gæði trollafla. Það það sem líka vantar. Þetta nefndan Artúr þegar hann kom hingað. Hann sagði það að það var eins og þeir hefðu verið að hlusta á einhverja sem að vera að tala það að smábáta eigendur kynni ekki að fara með afla, færi með slæman afla að borði og þess vegna væri þeir skaðið af því. Þú ert að kaupa fisk á mörkuðum og eftir að vita þetta manna best. Þetta rangt. Þetta rétt hjá Artúri. Þetta rangt sem að hann les allavega úr svona tón í nefndinni, að því að þetta ekkert skýrar tillögur eða hvað? Jú. Tillaga 13. Setja frekari skilyrði gæði í meðhöndlun á fiski við strandveiðar. Þetta ekki tillaga til umræðu, þetta tillaga til úrvinnslu. Og ég Þarna lögð hörð tillaga, gagnvart eitthvað sem þú lítur ekki sem vandamál. Áðan vorum við með eitthvað sem að þú lítur á sem stórt vandamál, það sem að tillagan mjög óljós. Mjög óljós. Og það sem að ég segi, hvað jafnræðisreglan? Hérna erum við að tala lítinn hluta af heildaraflanum. Hérna erum við að tala hluta aflans sem eingöngu veiddur í dagróðurum. Og hérna erum við að tala hluta heildaraflans sem eingöngu veiddur á línu. Og hér erum við að tala þann hluta heildaraflans sem veiddur innan ákveðina tímamarka. 14 klukkustunda minnum við frá því að farið úr höfn. Þetta getur ekki verið betra. Þetta getur ekki verið betra. Og þetta er eiginlega ótrúlega vinnubrögð að upplifa. Ég verð að segja alveg eins og Þegar ég heyrði lista, þá hljómaði þetta eins og stóru kallanir ætla að setja einhverja kvaðir á litlu kallana, þannig að þeir eru að kaupa einhver tæki og tól, þannig að útgerðir þeirra að vera óhagkvæmari og þeir kannski eiga bara meiri erfiðleikum í rekstrinum. Ef þú hugsar strandveiðikerfið bara í heild, hvernig það uppsett, þá það bara að mínu viti nánast sett upp til þess að vera óhagkvæmt. Þannig að þú getur ekki almennilega haft það gott. Nei, ég meina, hérna settur í þetta ákveðin pottur síðast ári eitthvað 12.000 tonn með öllu meðafla og það má ekki vera svo mikið meira eða minna í hverjum róðri. Þetta afmarkað með dögum og öllu slíku. Það nánast sett upp til þess að vera ópraktískt, ómarkvisst og ekki atvinnustarfsemi. Og svo það gagnrýnt fyrir að vera óhagkvæmt og ómarkvisst og virka ekki eins og atvinnustarfsemi sem það nánast líka stillt upp til þess að vera. Þetta stór hluti af svona félagslega þætti, ekki? Hvað annað það sem að
sambandi við svona félagslega þátt sem að nefndin virðist ekki geta lagt svona mat á. Sko, það er Þannig að fyrst og fremst strandveiðarnar. Nei, strandveiðarnar eru rúmur helmingur af þessu sem kallað hér ítrykkað í tillögunum félagslega kerfið. Hitt eru byggðakvótar og tvær tegundir byggðakvóta og ég verð að viðurkenna að ég hef miklu minna sett mig inn í þennan byggðakvóta en það er hann svo ólíkur á milli sko staða að það er eiginlega vita vonlust að leggja eitthvað mat á þetta kerfi. Já, og ég viðurkenni það að ég hef heyrt miklu meiri draugasögur og kjaftasögur byggðakvótan heldur en strandveiðar. Spillingarsögur. Það er það sem ég hef heyrt, en eins og ég segi, það er sáhluti kerfisins sem ég hef ekki sett mig mikið inn í, ekki heldur þessar skel og rækjubætur. En hér er bara hreinlega tillögur að bara leggja þetta allt inn í aflamarkskerfið. Og til stóru kallana. Inn í stóra aflamarkskerfið, þar sem þeir geta keypt þetta. Þannig að það væri bara til frekari samþjöppunar. Já, og sko við verðum að passa okkur líka í þessar umræðu að sjávarútvegskerfið okkar er flókið í heild og það er verið að tala hér að samin allt í eitt aflamarkskerfi. Við erum í raun og veru með eitt kerfi viðbót sem gleymist. Við erum með þetta 5,3% sem að þeir kjósa hér að kalla félagslega kerfið. Svo erum við með litla aflamarkskerfi þar sem smábátarnir eru, þar sem Artúr og Króka aflamarkið sem í dag má ekki flytja yfir á stærri skipin. Þannig að það er annað kerfi sem að í raun og veru þeir líka leggja það til að það falli inn í stóra. Það er stendur hér í tillögunum að einungis verðum eitt kerfi að ræða. Þannig ég velti fyrir mér í þessum tillögum verið að leggja til að fella smábátakerfi líka inn í. Því að við megum ekki blanda saman strandveiðikerfi og smábátakerfinu. Og ástæðan fyrir þetta aðgreint er að reynslan sýndi þegar framsalið byrjaði að stóru kallanir með aðgengi að fjármagni gátu keypt upp litla. Já, og þau gerðu það. Þeir náttúrulega gerðu það. Já, og ef þú vilt ekki að það gerist, þá verður að halda krókunum aðgreindum, eða ekki? Því að endanum myndi þetta enda bara hjá Brim og Samherja. Við getum allavega klárlega að leiki okkur að því að ímynda okkur hvað gerðist ef þetta væri allt samansett. Það er svona eðli kerfisins að toga þetta allt til samþjöppunar. Samþjöppunin er búin að vera viðvarandi og stöðug og enda bendir, ég ítrekka ríkisendurskoðandi á það sem eitt af vandamálum. Þannig ef þú vilt ekki samþjöppun, þá verður að hafa einhverja aðgerði til þess að hindra samþjöppun. Þannig verður að leggja til að raunverulega gera það ekki. Það blasir við og það má benda á svo margt í þessu sambandi. Það er mjög athyglisvert að sko að hér er talað hér er bara ein tillaga sem segir bara tillaga 17, viðhald aflamarkskerfinu. Aflamarkskerfinu verði viðhaldið en hefur það aukið hagkvæmni og hagsæld. Þetta eru stór orð. Já. Þjóðin er ekki sammála þessu. Nei. Það er það magnaða. Það er mjög merkilegt og maður hreinlega velti fyrir sig sko því að hér þetta er bara tillaga til sem sagt úrvinnslu, hún er ekki til umræðu. Þannig að þú ferð ekki að ræða þetta í vor. Ég er ekki viss að þetta verði mikið rætt. Sko. Og þetta er sjálft kvótakerfið, bara þú veist það sem að flestir líta á sem kvótakerfið. Stjórnkerfi fiskveiða hefur haft áhrif á alla virðiskeðju sjávarútvegs og sjávarútvegsfyrirtæki hafa skipulagt skipa þannig að betri afli koma landi og á réttum tíma. Ég er bara ekki sammála þessu. Stærstu útgerðir landsins leggja skipum á sumrin, loka fyrirtækjum, bera fyrir sig litlum kvóta. Ég hefur oft fundist að ólíkt því sem er að gerast í öðrum geirum, þá eru við ekki orðin markastrifin í íslenskum sjávarútvegi nema litlu leyti. Þú þurfum að segja þetta, það mann ég að sjávarútvegi til þetta tús, þetta er ekki, endurskoðanda fyrirtæki, þá sagði Þorsteinn Már að við myndum aldrei ná árangri nema við getum tryggt jafna sölu inn á markaði. Það var þetta að ganga þessu vísu. Þetta er alveg í andstöðu við það sem hann var að telja sér markmið. Já, en ég er alveg sammála því sem hann segir varðandi hvað þetta segir, en ekki hvað hann gerir. Já, akkurat. Já. Það er nefnilega mikill munur á. Hann er þarna að vísa til þess að eldisfiskur í dag, hann getur verið framreiddur nánast eftir pöntun. En sko framboð á fiski á Íslandi er mjög breytilegt og stærstu útgerðir, stærstu handhafa veiðiheimildina,
þeir loka fyrirtæki sínum hiklaust í 1-2 mánuði og bera við skort á veiðiheimildum. En að mínu viti þýðir það að vera ekki markaðsdrifin heldur að vera framleiðsludrifin sem bara gamaldags og við ættum að vera komið miklu lengra og svo finnst mér bara Þið, Kotalausu, þið neyðist til þess að vera markaðsdrifin og þess að þið kaupið þetta á markaði og þið þurfið að fá hærra verð heldur en hinir til að geta lifað. Það blasir við verðum að geta keypt fiskinn á Svo kaupir það mun dýrar en hinir. Já, það blasir við. Það liggur fyrir. Það hefur bara marg búið að leiða það fram og stöðugt leitt fram meðal annars inn á heimasíðu Velastofu skiptaverð sem heldur utan verðmyndunina hér í landi, bæði í beinu viðskiptunum og innri viðskiptum þessara fyrirtækja og svo á markaði. Og þið fáið þá hærra verð heldur en hinir á erlendum mörkuðum? Þetta segja það? Við neyðumst til þess. En það náðu því? Já, við náum að búa til afkomu, við lifum af, þannig að einhvers staðar hundurinn grafinn og ég segi það að það samkeppni sem verður að fá að drífa markaðinn. Það samkeppni sem verður að fá að keyra hlutina áfram og við getum ekki treyst því eins og þessi orð gefa svolítið í skyn að þessi fyrirtæki muni bara leysa þetta öll sjálf. Þeim ekki eins og Þú getur alveg trúið að sambandið hafi bara leyst sín vandamál á sín tíma. Þeir áttu allavega verið í skeðuna. Akkurat. Ég oft talað McKinsey skýrsluna, hún nú oft verið nefnd, en henni stendur að það mat McKinsey að samkeppni sé lykillinn að aukinni framleiði hér á landi. Dæmi, sögunar, fákeppni og hringamyndanir ættu að varða leiðina. Við förum akkurat í hináttina. Já. Ég byrjar að kalla þessi stóru fyrirtæki bara auðhringi. Þetta eru svo stór fyrirtæki, þau eru bara hrikalega stór á íslenska mælikvarða. Svo að þið segist alltaf að vera lítil og erlenda mælikvarða, að þá eru þau í okkar samfélagi, þá eru þau eins og auðhringir. Já, samkeppnis yfirvöld hér á landi náttúrulega þeim þröngt sniðinn stakkur og það verður að segja eins og að hluta til eru nýjustu viðmið eða svona það sem að samkeppniseftirlit starfar eftir talsveit gamaldags. Ef farið til Bandaríkjanna og lestar greinar eftir forstjóra samkeppniseftirlitsins þar, þá segir hún sem ég man ekki nákvæmlega hvað hann heitir en þá segir hún ósköp einfaldlega að það ekki hægt að bíða eftir því að samþjöppunum verði svo mikil að samkeppnisbrotin og markaðsbrestirnir verði óhjákvæmilegir. Samkeppnisyfirvalda verður að vera það að stöðva þau og tryggja að samþjöppunum verði ekki svona mikil. Það verður að gerast löngu áður, mörgum árum áður og það verður að tryggja setupið. Það hindrar að það ástand verði til sem að brotin nærast á. Akkurat, í stað þess að fara að ráðast á afleiðingarnar. Herðu, en við erum með SFS, stórútgerðina, og þau eru með svona kerfi, þau eiga kvótann og þau landa hjá sjálfum sér og vinna fisk og selja sjálfum sér og fara kvóti heim. Hinum megin lítið veikburðakerfi, sem eru strandveiðar og krókabátar og eitthvað fleira, og þú segir að þú kaupir frekar fiskinn þar, þannig að það sé betri. Líklega líka vegna þess að þú er aðgengjanum en það bara betri fiskur sem þú færð og þú viljir ekki alveg segja það að þið neyðist til þess að fá hærra verð á afurðunum út í heimi heldur en hinir þú vil ekki fullir það að þú fáir það þá þetta segja að þú vilja neyðist til þess að fá það þannig að þetta litla kerfið hérna til hliðar það eftir því sem að ég sé þjóðhagslega hagkvæmara heldur en stóra kerfið sem er hér. Ég held að það blasi við öllum þeim sem að vilja sjá það að bara ef að virði hráefnis, virði hráfuru, virði auðlindar þjóðar eins og okkar hærra með einni leið en annari. Þá eigum við að velja það. Þessi nefnd á leiðinni með að velja akkurat hina? Já, tillaga 17 við halda aflámskerfinu og mér finnst þetta svona nánast eins og svona einhvers konar svansvottun á 94,7% kerfinu en allir gallarnir séu
í 5,3%. Sem að þú til að vera betra kerfi. Síðan hafið sýnt betri árangur. Ég til strandveiðarnar hafa verið tvímælalaust til mikilla bóta og ég hef ekki séð annað kerfi sem ýtir jafn mikið undir til dæmis línuveiðar. Línuívilnun gerði það og hérna ég skil ekki þessa umræðu, þetta ákveðin hvítbók sem við erum með hérna fyrir framan okkur og við erum að tala um auka verðmæti og auka gæði og allt þar fram eftir götunum og svo bara sleppuðu við því að ræða það að stærstu hluti afla hjá stærstu útgerðarfyrirtækjum Íslands veitt í troll. Það búin til lakari afurð, hráefnið lakara og þessi bara sleppt í umræðinu. Og líka bara umhverfisþáttur trollveiða sem bæði það rosalega orka sem fyrir að draga trollið og mikil mengu sem fylgir því, plús það að trollið sjálft getur valdið skaða á hafsbotni. Já. Þetta ekki rætt, en samt þetta kynnt okkur sem einhvers svona stórkostleg skref í umhverfisvöld. Þetta enda rætt, við mögum að passa okkur að fullir það ekki, að það sé ekki rætt, en það jafnvel verið að gagnrýna vistvæni strandveiða. Sem nú svona kostulegt. Já, það nú myndirnar sem að stórútgerðin notar til að selja afurðir sína erlendis, það alltaf að mynda einhver strandveiðimanni á skaki. Já, ég meina, hefur þú einhvern tímann í fiskbúð séð auglýsta 5 daga trollísa? Það hefur aldrei séð. Þú myndir aldrei fá það samþykkt sem markaðsefni, hvort sem það hér innanlands eða erlendis. Það þessi ímynd og það ekki ástæðulausu, það þessi línu veiti fiskur, það þessi gæði. Þetta ekki bara nostalgía? Þetta ekki nostalgía, nei. En hérna, ég ætla ekki að fullera samt að við ætlum að fara að veiða allan fisk í Íslandsstrendur, en það má kannski velta því fyrir sér af því að hérna verið að tala til dæmis að þeir strandveiðimenn sem fara illa með afla þurfa að fái minni afla eða eitthvað slíkt. Ætti það þá ekki yfirfærast á allt fiskveiðikerfið? Þegar þú segir þetta, þá reyndar það á vissu stöðum í Noregi, það sem að smábáta útgerðin gríðarlega stór. Man kemur í, þetta svo lófótur og svona, það bara allar hafnir fullar af fiskibátum og mikið af smáverkandum og eitthvað flera og með lítinn tilkostnað umhverfis svona veiðar, þannig að aðra þjóðir hafa ekki ákvörðun að ýta undir þetta miklu meira við. Norðmenn glíma vissulega samt við svona annað spektrum heldur en við. Þorskaflinn hjá þeim svona eins og loðnuafli hjá okkur. Þetta kemur í gríðarlegum hrotum og ætti sér að ef við myndum halda vel á spöðunum í markaðssetningu og öllu þessu starfi í staðin fyrir að vera að treysta þessum örfáu stóru fyrir þessu, þá ættum við að hafa gríðarlegt 5-8 fjölskyldum. Já, þá ættum við að hafa gríðarlegt forskot á Norðmenn, því að við ættum að geta verið með jafnframboði yfir allt árið eins og Þorsteinn Már nefndi í þorskinum, ætti að vera miklu auðveldara á Íslandi í samkeppni við þá, en við erum að svo mörgu leita að verða svolítið undir í samkeppni við Norðmenn. Já, og verða undir líka eldisfiskunum. Við höfum ætla það að villtur fiskur ætti að vera verðmeiri heldur en eldisfiskur. Ég hef heyrt vitnað í skoðanakönnun þar sem að almenningur í Bretlandi var spurður hvort hann teldi lax almennt vera eldisfisk eða þorsk og svo öfugt. Og stór meiri hluti taldi að lax væri villtur fiskur en þorskur væri eldisfiskur. Það var í algjörri andstöðu við raunveruleikann. Þannig ég að segja, það hægt að selja fólki ýmislegt. Hérna þegar skýrslan var kynnt að þá var frétt í 200 mílum sem hluti af Morgunblaðinu sem gefið út af stórútgerðinni og þeir fögnuðu þessum niðurstöðum og sögðu að þau var að vera að styðja kvótakerfið. Kvótakerfinu ekki reynd. Ég meina það blasir við. Það það sem að tillagan fjallar fyrst og fremst tillaga 22 sem reynda til umræðu afnema í 5,3% kerfið og nýta afraksturinn. Þetta bara litið á þetta muni skila svo mörgum milljörðum að hætta þessu vesinni, hætta þessu félagslega vesinni og það að nýta afraksturinn til uppbygginga dreifðra byggða. Það borgaði bara. Já, sem náttúrulega
stórkostlega merkilegt. Ég hef oft leikið mér að því að hugsa fyrstu grein laga stjórn fiskveiða. Af því hún miklu betur heldur en fólk einhvern veginn áttar sig á. Það eru 4 atriði í þessari fyrstu grein. Verndun nytjastofna. Deildu það hvort það hafi tekist? Ég ætla að fullyrða að það hafi ekki tekist. Okay. Af því að svarta skýrslan, hún átti að vera einhver algjör núllstaða og við erum á sama stað og við útgáfu hennar. Þannig ég ætla að fullyrða að það hafi ekki tekist. Það er ekki tekist að rekta upp fiskin í sjónum? Nei, ég myndi segja bara að mistekist. Okay. Ég ætla bara að fullyrða það. Annað markmið, hagkvæm nýting. Hefur það tekist? Ég held að það sé ansi erfitt að fullyrða það. Kannski fyrst og fremst byggt á því að við höfum ekki náð að byggja upp nytjastofnana. Það segir okkur væntanlega að nýtingin hafi ekki verið hagkvæm. Einhverju leyti kannski, við vorum að tala hér áðan brottkast, það kemur ekki fram í vigtarskýrslum eða svindla á vigtarskýrslum, það skerðir líka afla, það er ansi margt sem er skrítið. Traust atvinna í landinu, mér finnst finnst vanta eina blaðsögu bara hérna fyrir, með mynd úr verbúðinni, mér finnst það alveg hefði mátt vera hérna, því að verbúðin var náttúrulega frábært innlegg í umræðum sjávarútvegsmál á Íslandi. Þetta kom svona allt öðrum áttum og var skemmtilegt, vakti svona tilfinningar og mjög margir sem gátu búið til einhverja tengingar og hugsa til einhvers ættingja. Áttu þá við öll þau störf sem hafa tapast út úr greininni eða hvað þetta vísa í? Það náttúrulega hefur orðið mikil tæknibilding. Það er náttúrulega þegar menn að tala til dæmis störfin sem tapast út á tæknibildingum, að þá náttúrulega fiskvinnsla á Íslandi er eiginlega skýrasta dæmi það voru líklega 10-12.000 fiskverkamenn í Íslandi fyrir kvótakerfið, þeir eru hvað 2000 í dag eða hvað? Já þetta er hérna í bókinni og ég beðist afsökunar, hún 200 og eitthvað blaðsjör, þannig að maður svolítið lengi að fletta en þú ert ekki að vísa til þess að það er ekki hægt að halda í störf sem að tæknin hefur þurrkað út? Akkur ættum við ekki að geta gert aðeins meira en við erum að gera. Er það ekki hluti af vandanum við samþjöppunina að þeir vilja helst komast í þessi 5,3% og jafnvel ef ég skil þetta rétt krókakerfið eins og að leggur sig og síðan eru flutt 50.000 tonn svona cirka óunin úr landi. Það verður ekki til mikil atvinna vegna þess. Og hvert eru flutt? Vísvegar til Evrópu og til Kína. Í frekari vinslu. Þannig bara verið að flytja atvinnu úr landi og það er afleiðing af kerfinu sem við búum í. Þegar þetta er rætt, að þá segir SFS að það er fiskur fluttur út úr landi og þá látaðu í það skína að þetta sé fiskurinn sem fari á dýru veitingastæðin að þetta sé alveg þau getur tapað bara peningum á því að vera að vinna fiskirna. Það er einfallega rangt. Það er langstærsti hluti þessa afla sem fer í framhaldsvinnslu. Og hjá fyrirtæki sem að þess stórútgerðin á kannski? Já, Samherji á fyrirtæki í Þýskalandi sem vinnur 15.000 tonn af fiski í áframvinnslu í Þýskalandi. Það er mjög erfitt og ég hef aldrei fengið uppgefið hvaðan sá afli kemur, hvort að það séu 15.000 tonna óunum afla sem flutt er frá Íslandi til Þýskalands. Þetta eru svona getgátur þar að leiðandi en það er hægt að leggja saman 2 og 2. Ok, við getum búið til miklu meiri störf með því að hafa meiri vinslu hér, þróa vöruna, vera með fjölbreytilegri vöru, fjölbreytilegri framleiðslu í staðinn fyrir að keyra þetta í gegnum svona vinslulínur þessar stóru sem að þú ert að segja það. Já, það var liður númer 2. Það var liður númer 3, já, og svo kemur byggð í landinu. Það hefur ekki tekist. Nei, getur ekki verið nokkuð sammála um það. Það spurðu Vesturríka. Já, ég er Vesturringur. Þannig að mér hefur fundist. Og þetta er komið út á Snæfellsnes núna, þeir teltu þessu verið, nú er samþjöppinu komið þangað, þannig að það mun verða eitthvað byggður á Snæfellsnesi fljótlega. Akkurat. Og þess vegna segi ég að því ég er nú búin að tala 3 nefndir, sáttanemndina og svo Kristján Þórs nefndina sem var ríkt úr vör af Ríkisendurskoðun, góðu hilli og svo nefndina núna. Gríðarlega mikil og góð vinna en maður fer alltaf að draga í efa
að væntingarnar eða markmiðin hjá þeim sem íta verkefnin á stað séu miklar því að efndirnar verða alltaf svo litlar og það er búið að varða leiðina svo vel. Ég veit ekki hvort þú manst eftir starfi sáttanefndarinnar sem að Guðbjartur Hannesson leiddi, þú veist, hún störfum í kringu 2010. Kjölfar bankarhrunsins á mikið uppbrót, mikið tækifæri til uppstokkunar. Stóð mikið að kvóta inn í Landsbankar sem hefur getað tekið yfir veðsettur. Já, það blasti við og niðurstaðan meiri hluti hópsins vildi ekki vera tilboðsleiðina og hvað var þetta kallað? Sáttaleiðin eða samningaleiðin, já. Það er samningaleið. Það er sem þetta samið verði handhafa veiðiheimilda auðlindagjaldið. Það verið samið við Þorstein Má og Guðmundi Brím og fleiri svona hvað viljið þið borga í veiðigjald? Já, og það er þessi bóki að kannski skilin eftir hjá þér en sko er þessu lýst ágætlega að á síðustu 2 árum viðmiðunar árum þá er arður sem greiddur út úr sjávarútvegsfyrirtækjunum einhverjir 40 milljarðar og á sama tíma er þetta auðlindagjald einhvers staðar 10 milljarðar fyrir yfir 2 ár eitthvað. Svo að lítið brot. Og það er líka þegar menn að skoða kannski á síðar árum að horfa á arðinn en lengi vel var alveg ekki rétt að taka mið af arði sem að útgerðarmenn greiddu sér út vegna þess að það var svo mikil tækifærið að nýta féð til þess að kaupa aflaheimildir og stækka félögin þannig að stóru eigendurnir voru ekkert að greiða svo út arð því þeir voru bara að þenja út fyrirtæki sín þannig að arður og veiðigjald er ekki alltaf rétti viðmyndu því að það sem við getum kallað hagur útgerðarinnar er miklu meiri, það er miklu snurra að taka út útgreiddan arð og hækkun eiginfjár. Já, nákvæmlega og í raun og veru sko samþjöppunin ef að væri hægt að leggja vermið á hana það í raun og veru myndi bætast við þennan útgreidda arð. En sko ég held að sko þessi fyrsta grein sé það sem að eigi að grundvalla ansi margt á og upphafi skildi endinn skoða. Og þetta er ekki náttúrulega hlutir sem settir inn í þessi lög þarna þegar þau eru sett á sín tíma, þetta er náttúrulega byggir á reynslu Íslendinga á því hvað auðlindin gerir fyrir samfélagið. Já. Hún heldur upp í byggð, hún heldur upp í atvinnu, og við verðum að gæta, þetta er ekki eitthvað sem að einhver ráðuneytis kallast eftir saman, þetta byggir umverulega á reynslu þjóðarinnar. Svo er þetta náttúrulega ekki bara... Þess vegna er hún svo góð þessi. Já, akkurat. En sko, og síðan er það náttúrulega þannig að það eru þjóðir út allan heim líkar okkur sem að eru auðlinda drifnar. Bananalýðveldi hefa stundum svona þjóðir verið kallaðar og þar er mjög auðvelt að fara og skoða söguna og læra af henni. Ég meina samþjöppunin og einhvers konar spilling eða skulum við segja markaðsbrestir út af samþjöppun. Þetta er þekkt í mannkynssögunni. Þess vegna finnst manni svekkjandi að það sé ekki í þessari vinnu sem að svo mörguleiti er góð eða hún á að vera góð. Mikið lagt inn. Lítið kemur út. Einhverju leiti. Ég ætla samt ekki að gera lítið úr vegna þess að það er mikið af góðum tillögum eins og í menntun og örgismálum og svona. En maður kannski svona flysjar það aðeins utan af að því að ég allavega stend sjálfum að ég er að horfa á kjarnamálsins sem ég finnst alltaf vera þjóðarhagurinn og svona hvernig þessi innri hvatar virka í kerfinu. Mér finnst það eiginlega vera, ef ég ætti að summera upp mína sýn á kerfið, þá finnst mér það vera að innri hvatarnir eru kolvittlausir. Og það er kannski eins og menn áttir sig ekki á því hvernig þetta virkar. Þegar þú stillir þessu upp svona að þetta virkar svona og leiðir til þessari niðurstöðu. Já, ég stundur sagt frá því að mér finnst ef að kerfið væri fullkomið að þá myndi þjóðarhagur fara fullkomlega saman með því að útgerðarfyrirtæki myndi gera það sem því væri hagfelldast. En það er alls ekki þannig í dag. Herðu, ég veit að þú komst eitthvað harður á því að vera bjartsýnn og allt það, en ég ætla að benda þér á að þú nefndir að þetta var eins konar hvítbók
Og það sem að svona hvítbækur gera er að ráðherra setur eitthvað í gang og heldur að sér höndunum eins og Svandís svolítið lætur í viðtölum og í þinginu bara í dag, þar sem hún talaði að hennar hlutur væri bara að tryggja þessi nefndvara störfum, svo kemur einhver niðurstaða úr henni. Og niðurstaðan er svona, við erum búin að sjáum svona hvert stefnir og það er ástæða fyrir því að Morgunblaðið og fleiri bara fagna þessu. Að þarna er mikil vinna eins og þú bendir á, koma alls svona frumvörp og sem eiga að gefa þetta kynna að þetta sé náð einhver sátt eftir einhverja vinnu sjávarútvegsstefnuna, en svo vil til að það er meira og minna svo stefna sem hefur rekin og ef það verður einhverja breytingar að þá er það líklegra að smábáta eigendur, krókamenn, fólk eins og þú sem þetta reka sjálfstæðar fiskvinnslar og fleira muni hafa búið við þrengri kost en henni stóru verða. Og þá mun ráðherrann segja að ég er að fylgja eftir því sem að var niðurstöð þessar nefndar, eins og það sé eitthvað sem hún hafi sótt ofan í þjóðardjúpið sem er alls ekki. Þannig var þessi Íslandsbanki seldur í einhverju skýrslu sem að meiri sér dróg fram í skýrslunni að almenningu vildi alls ekki selja Íslandsbanka, en samt var það seldur. Er ekki hægt við að við séum að missa kannski að nú sé að fara í gang svona sumuleyti svona tilraun til þess að geirnegla og festa enn frekar kvótakerfið í gildi með þessari vinnu? Kannski svona eitthvað tilviljun að það var lýst yfir í dag í fjölmiðlum, tröllreið fjölmiðlum í dag að einn flottasta fiskbúð landsins var að loka. Fiskverður voru dýr, hann Íslendingar gæti ekki bara fisk. Já, og þetta væri nánast ógleypt. Fisksalinn hefur nú verið svona í okkar ímynd okkar Íslendinga og okkur hefur öllum þótt mjög eðlilegt að geta fengið fisk, ódýran og góðan, keyptan bara, fiskbúðið eða fiskborðum og mér finnst það svona kaldhæðnislegt að þetta hittist upp á það sama en mér finnst þetta og mér fannst það við myndun þessar ríkisstjórnar svona kaldhæðnislegt að það væri sett af stað enn nefndin. Svona fór ég í það í dag að rifja upp öll þessi nefndastörf og var að vísa hér í störf fyrir nefnda áðan og mér finnst það nokkuð blasa við að það hafi nánast verið samið það við ríkisstjórnarborðið að gera ekki breytingar. Það er það sem að og ekkert í þessu raskar þeirri tilfinninguðinni. Það er hér talað að fara ofan í eignatengsla, talað en mér finnst orðalagið benda til þess að það verði ekki djúpt. Tillögurnar sem eru hér svona nánast tilbúnar í þessu snúa allar að öðru en því. Og mér þykir það miður. Maður vill trúa því að kerfi eins og fiskveiðistjórnunar kerfið okkar eigi stanslaust að geta batnað en öflin sem takast á er orðin svo sterk og toga þetta svo mikið til að þú sér bara afbakaða vinnu. Það er lagt af stað með vönduð vinnubrögð. Það er margir kallaði til en ég var að lesa fyrir því setningar áðan sem ég finnst vera hrein og klár afbökun á vilja þjóðarinnar, hrein og klár afbökun á 1. grein laga stjórn fiskveiða og hrein og klár afbökun á svo mörgu sem að, mér þykir blasa við. Bara staðreyndum, sumuleyti, já. Herðu, Arnar Atlason, kæra þakki fyrir að koma við rauðaborðið og við höldum náttúrulega áfram að fjalla sjávarútvegsmál og munum gera það á næstu dögum og vikum því að það er meðan að þessi nefndar að störfum og er svona má reikna með að hún komi með tillögur sem að flestar miða því að festa kerfið en frekar í sessi að þá er mikilvægt að almenningur sem er andsnúinn kvótakerfinu finni leið svona til þess að andmæla.